Góðan daginn, kæra áhorfendur og verið velkomin að skjánum. Örn Arnarsson heilsar ykkur hérna fyrir hönd IA TV. Það sögulegu leikur hér í dag. Þetta fyrsta beina útsendingin frá úrslitakeppni í deildakeppni sem að IA TV stendur fyrir. Hér framundan IA IR, það önnur deild kvenna, efri hlutinn að klára mótið og það ekki nokkur spurning að Skaginn þarf sigur hér eins og bara í öllum leikjum sem eftir eru. Vissulega margoft mætt íringum Skagakonur alls 22 sinnum og Skagaliðið hefur, sagan okkur hliðhóll, 17 sigrar, 2 jafntefli, 3 töp. Það var einmitt í deildakeppninni núna í sumar í að mætti IR á útivelli eins og öllum hinnum liðunum í efri hlutanum, það merkilegt nokk. 7. júlí og þeim leik lauk með 3-2 sigri IR þar sem að Ylva Lagsdal kom Skagaliðinu 2-0 yfir á fyrstu 23 mínútunum en IR-ingar jöfnuðu 2-2 á 83. mínútu og skoruðu síðan sigurmark á annarri mínútu í uppbótartíma. Þannig að það ekki nokkuð spurning að þetta verður erfitt eins og allir leikir sem eftir eru. Einum leik lokið í þessari úrslitakeppni ef að svo mætti kalla. Það IA lék gegn Gróttu á útivelli síðustu helgi og gerði þar 1-1 jafntefli sem var náttúrulega ágætis úrslit með við að deildarleikur þessara liða fór 6-1 fyrir Gróttu. Þannig að það ákveðnar framfarir hjá IA en engan veginn nóg að fá 1 stig því að Skagaliðið að elta IR sem stendur í öðru sæti og það akkurat sæti sem að IA þarf að koma sér upp í að minnstakosti og þannig að við bara verðum að vona það besta hér og að við fáum allavega skemmtilega leik. Veðrið allavega leikur við okkur hérna, hitabylgja á Flórídaskaganum í dag, nánast logn, hægur andvari, sól og 12 stiga hiti. Suðvestlægar áttir en ég ætla kannski að bara fara að renna yfir byrjunarliðin. Vorum í smá tímarhækki hérna þannig að við náum ekki að kasta því upp á skjáinn en í markinu hjá Skaganum númer 1 Brooke Ann Jones, númer 2 Anita Sól Ágústsdóttir, númer 5 Anna Þóra Hannesdóttir, númer 6 Nikolína Mustó, númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, númer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir fyrirliði, númer 15 Marey Edda Helgadóttir, númer 17 Unnur Ýr Haraldsdóttir, númer 18 Sunna Rún Sigurðardóttir, númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir og númer 90 Samira Súleman. Sterkt lið, sennilega bara sterkasta lið sem að IA getur stilt upp í dag. Byrjunarliðið hjá IR þannig skipað í markinu númer 13 Marta Gaia Koloma, númer 4 Margrét Sveinsdóttir, númer 6 Unnur Elva Traustadóttir, númer 7 Sigríður Dröfn Auðunsdóttir, númer 14 Guðrún Ósk Tryggvadóttir, númer 16 Dagný Rut Imsland, númer 19 Anja Ísis Brán, hún fyrirliði þeirra, númer 20 Sandra Dögg Bjarnadóttir, númer 21 Vera Emilía Mattíla, númer 22 Ástrós Lind Þórðardóttir og númer 26 Anna Bára Másdóttir. Varamannabekkirnir, byrjum Skagamegin, Salka Hrafns Elvarsdóttir, varamarkmaður, Jacqueline Asli Púsel, Erna Björt Elíasdóttir, Sandra Ósk Alfreðsdóttir, Ylva Lagsdal Unnarsdóttir, Þorgerður Bjarnadóttir og Vala María Sturludóttir og varamenn hjá IR Rósa Björk Borgþórsdóttir, Sofía Karolína Takameki, Lovísa Guðrún Einarsdóttir, Berta Sóley Sigtryggsdóttir, Susanna Sofía Palma Roja, Þórdís Helga Ásgeirsdóttir og Þórkatla María Halldórsdóttir. Þjálfari Skagakvenna, Magnea Guðlaugsdóttir, þjálfari, 2 þjálfarar IR, Engilbert og Friðfinnsson og Þorleifur Óskarsson. Já, ég sagði það áðan að Skagaliðið þarf nauðsynlega sigur hér
Það einungis 5 leikir í þessari úrslitakeppni, 2 þeirra hérna á heimavelli, 3 á útivelli, þar sem að IA lendi í neðri hlutanum af þessum efstu 6, en IA með og tók með sér 21 stig inn í þessa keppni, búin að bæta við sig einu, með 22 stig í 5. sæti. Fyrir ofan eru Völsungur og Grótta með 27 og síðan IR í öðru sæti með 29, 7 stiga forskot á IA, sem ekki óyfirstiganlegt ennþá. Það eru 12 stig í pottinu ennþá og IA þarf að fá þau öll og treysta á ansi mikið að hagstæðum úrslitum að auki. En þannig að þetta langsótt, sem eiginlega pínu sorglegt því að það hefur verið mikill stígandi í þessar síðustu umferðirnar, seinni hlutan af þessu móti, það bara fór og illa á stað og þessi 6 stiga leikir á móti hinum toppliðunum töpuðust, bara öll liðin sem enduðu fyrir ofan IA í deildakeppninni unnu sína leiki í þessari einföldu umferð sem spiluð var í annari deildinni og mikið svo sem hefur verið mikil gagnrýni á framkvæmdina á þessu og skipulagið á þessu móti hjá KSÍ og meðal annars hafa gárungarnir hérna á Skaganum spurt sig yfir þessu að öll liðin fyrir ofan IA eru akkurat liðin sem að þær spiluðu við á útivelli. Þannig að tvöföld umferð hefði maður einhvern veginn haldið að hefði alveg geta gengið í þessari deild. En einhverju hluta vegna metur mótarnefnd og landsþing KSÍ þannig að það sé ekki á þessar konur leggjandi að spila fleiri leiki. En vonum að sjálfsögðu að skipulagið á þessari deild verði nú kannski tekið til endurskoðunar á næsta ári og næstu árum. Við vonum auðvitað að IA verði í lengjudeildinni á næsta ári, en eins og við vitum að þá það ansi mikil brekka til að komast þangað. En þar viljum við vera að minnsta kosti. IR-ingar eitthvað seinar að koma sér út. Nema það sé bara sóldýrkunin sem að rekur Skagakonu svona snemma og það geti líka verið. En dómaratríóið búnir að ná allavega hluta íringa út. Það Sigurður Skram sem dómar í dag og honum til aðstoðar eru Ásbjörn Sigþór Snorrason og Arnar Þór Þórðarsson. Það annar leikur núna klukkan 2 í þessari keppni í annari deild kvenna. Grótta tekur á móti Fram og KH tekur síðan á móti Völsungi klukkan 4. Það heil umferð í dag. Það verður spennandi að fylgjast með því. Við reynum að allavega fylgjast með á meðan að þessi útsending í gangi. Stöðunni út á Seltjarnarnesi. Grótta með 2 heimaleiki í röð hérna í byrjun þessa örmóts í lokin. Það hreinlega öskrandi blíða hérna sem að tekur á móti liðunum. Sáum hérna síðast þegar að við sáum Skagaliðið spila hérna á heimavelli að þá fengum við marka veislu. Í 2 síðustu heimaleikjunum hérna var unnu Hamar 11-0 og síðan KA 5-0. Þeir leikir voru báðir í beinni útsendingu hjá okkur. IR með 4 sigurleiki í röð
Það hafa ekki tapað síðan 15. júlí þegar það töpuð 1-0 fyrir Fram. En enduðu mótið, fyrri hluta mótsins skulum við segja, til aðgreiningar á Vopnafirði gegn Einherja. Unnu þar 3-1. Og unnu þar áður IH 6-1 og KH 4-3. En í fyrstu umferðinni í seinni hlutana þá sigruðu þær Völsung. Sterkur sigur hjá þeim fyrir norðan 2-1. Fær Dino Hodzic greiði skammir vallarstarfsmaður hér fyrir að eitt mark sem að nota var í uppbytun ennþá nánast innan vallar. Hann búinn að senda sína bestu menn í það, en eins og ég segi, sterkt lið hjá IA í dag. Vonum bara að það mæti af krafti frá fyrstu mínútu. IA-liðið klárlega sterkt. Fram hefur svona aðeins allavega borið höfuð yfir önnur lið í deildinni, þó ekki herðarna líka. Það hefur kannski vantað pínlítinn stöðuleika hjá IA í sumar, en það hafa verið að styrkja liðið. Bæði Samira og Nikolína komu til liðs í glugganum núna fyrir stuttu. Selma Dögg og Marey í bakvarðarstöðunum. Anita og Anna Þóra í miðvörðunum. Fyrir fram að vörnina Bryndís, Nikolína og Sunna, og fremstu þrjár Erla Karitas vinstra megin, Samira hægra megin og Unnur Ýr á sínum stað úti hægra megin. Það Skagaliðið sem að byrja leikinn. Og þá þetta bara komið af stað. Anita með langan fram. Samira fer í eltingaleikinn. Nær ekki til boltans. Það gerir Dagný. Samira kemst síðan í boltans. Boltinn yfir á Erlu Karitas. Leggur hann út á Selmu. Selma reynir að setja hann inn á teginn í fyrsta sem að tekst, en það endar hjá Koloma í markinu. Það IA-lið búið að vinna boltan aftur. Bryndís út á Selmu. Selma reynir að koma sér upp í vinstra hornið. Það reynir ekki í. Sandra Dögg tilbaka á Dagný. Fer tilbaka á Kolona. Núna fer pressan í gang. Nei, það baka út úr í. Sámarnarlega Sandra Dögg fekk boltan inn á miðsvæðið. Þá fór pressan á stað. Það var Anna Þóra. Finnur Bryndís inn á miðsvæðinu. Fyrsta snertingin aðeins erfið, en tilbaka á hennu. Anita á Nikolínu. Anna Þóra. Selma. Selma á Erlu Karitas. Nikolína tók hérna fínt hlaup upp í vinstra hornið. Erla Karitas notaði hann ekki. Anita með hann langan inn á teginn. Erla Karitas eltir, en Koloma örugg hérna út úr markinu. Ekki æðum svæðinu! Kemur spyrnan fram. Langur bolti fram. Unnur Elva eltir.
vera sterkarn í loftinu. Unnur lyftir þessu inn fyrir Margrét. Þarf að sækja þennan hérna út til hægri. Það var einmitt Margrét sem að skoraði sigurmarki í leik þessara liða í deildakeppninni á 92. mínútu í Breiðholtinu. Sendingin ekki nákvæm. Dagný með innkastið. Sigríður skallar hennan út af. Brotið hérna Erlu Caritas, leikurinn fær að fljóta, lítill hagnaðar hérna hins vegar eða hvað. Nikki endar á að missa boltan út af og en ekki dæmt. Samira í baráttunni þarna. Það er hotspinna dæmt. Boltinn af Önnu Báru. Þau snöggar að taka þetta hérna. Nikolína ekki nú nákvæm sending hjá henni. Erla Caritas síðan inn í áttina að teignum. Þær koma þessu frá. Ástrós Marey búin að vinna hann aftur. Sunna út á Marey. Marey með boltan inn í áttina pakkanum hérna. Samira kemur út og sækir hann. En gengur erfilega að reynsa þetta frá. Og Marey með hann fram á við. Bryndís Rún síðan. En þarna er engin samherji. Kolóma kastar hérna út á Dagníu. Erla fer í pressuna við það að ná í boltan hérna. Kolóma með langan bolta hérna fram. Selma skallar þetta fram á Nikolínu. Nikki vinnur innkast. Selma finnur Sunnu. Það er hann aftur. Langur fram, Samira í baráttunni, nær ekki að finna Erlu Caritas þarna eins og hún var að reyna að koma í eringar. Sigríður fram á Unni, ekkert brot þarna. Anita með hann langan fram. Þetta er óvinnalega eða hvað? Já, Kolóma enda með þennan. Nú erum við búin að missa mynd, en ég held að hljóðið sé inni. Erum við komnir aftur inn. 6 mínútur liðnar. Skalið svona hefur verið aðeins aðgangsharðara hérna í upphafi. Unnur Ír. Unnur inn á teginn. Það koma þessu frá. Selma er ekki nógu grimm hérna. Margrét. Nikki með hérna tæklsendingu inn á Unni. Hún kemur boltanum inn á teginn. Það er rétt ná að koma þessu frá. Það sé hann Guðrún sem að reynsar þetta frá. Unnur Ástrós. Nikolína stoppar hana. Og ja, innkastið er Skaga liðsins. Sunna reynir að finna Marey aftur. Það gengur ekki aðþrengt þarna Sunna Rún. Skalið við það að vinna boltan hérna. Náði ekki alveg. Kemur kastið fram. Unnur nær ekki að snúa með boltan. Anita með hann langan fram.
Samira stekkur undir þennan. Heldur boltanum. Snýr. Og finnur Bryndísi. Bryndís, Unnur hérna laus úti hægra megin. Sendingin erfið en Unnur gerir vel í að halda þessu inn á. Marey. Tilbaka á Önnu Þóru. Anna. Reynir að finna Erlu Karítas, hann tekst ekki. Ára Sigríður. Kaja eftir hana. Anna Þóra vinnur af henni boltan. Finnur Sunnu. Sunna út til hægri á Marey. Marey finnur Sunnu, hún á Unni. Unnur lyftur í sinn og tegin. Samira virtist vera að hlaða í hjólistaspyrnu þarna, hætti við. Bryndís vinnur boltan, kemur honum aftur á Selmu. Já, Nikolínu. Unnur Ír. Já, Marey. Sendingin upp í hornið. Nikki með gott hlaup þarna. Vantar góða fyrirgjöf. Kemst fram hjá einu varnarmanni. Lyftur þessu síðan inn á tegin. Það er Erla Karítas á fjallstönginni. Nær ekki að stýra þessu á markið. Já, það loksins að við fengum færi. Því að Skagalið er búið að vera með yfirhöndina hérna. Fara vel á stað. Virkilega vel gert hjá Nikolínu hérna. Erla Karítas kemur á móti boltanum. Og þetta á að vera mark. Ég held að hún viti það best sjálf. Þarf að nýta þessi færi. Sigríður tekur hann niður. Halda þessu. Margrét gerir þetta vel. Smá miskilningur hérna og Sunna Rún kemst í boltan. Og Bryndís síðan tilbaka á Anitu. Anita á Unni. Lyftur þessu út til hægri á Mareu. Góð móttaka hjá henni en sendingin misheppnast. Ára Unnur. En Bryndís Rún vinnur tilbaka og hirðir af henni boltan. Kemur sendingin fram. Nikolína finnur ekki samherja. Unnur Elva liggur ennþá. Erla Karítas búin að vinna hann fyrir Ía. Unnur Elva liggur ennþá hérna inn í miðringnum. Margrét. Unnur virðist ekki alltaf neitt að vera neitt að standa upp hérna og einhvern veginn virðist líka eins og engin leikmaður ætli neitt að sparka boltanum út af fyrir hana úr hvoru liðinu. Nikolína undir pressu hana, já, Unnur er staðinu upp. Heldur hérna hægri gálfaða hné. Unnur Elva með 5 mörk í annarri deildinni í deildakeppninni og 1 í úrslitakeppninni. Já, Íringum gengur ekki vel að spila sig hérna í gegnum Skagalið. Og er en eitthvað verið að athuga með Unni Elvu Traustadóttur. Það virðist nú vera bara töluvert þjáð hægri kálfanum. En ætlar að halda áfram, engin aðhlynning að svo stöddu. Marey. Virðist enn sem komið er að það sé Skagaliðið sem er mætt til leiks hérna
en svona öllu síður að IR-liðið sé klárt í slaginn. Unnur, hættu bolta bara á þig. Við tökum því alveg og meðan það býðst. Kemur boltinn út til hægri, Selma les þetta af, kemur honum á Erlu Karitas, Nikolína tekur hlaupið upp í hornið. Erla reynir að finna Samiru. Boltinn berst yfir til Unnar. Unnur fer á stað. Hún fljót ennþá. Boltinn inn á teiginn. En vörnin að koma þessu frá hana bara. En fín pressa hjá Mareu. En aftur fyrir. Mikil ákveðni í heimaliðinu. Hann ætla greinilega að gefa þessu séns. Þú voru að taka boltan. Já. Skaliður ekkert að pressa allan völlin hérna þegar þeir eru að taka þessar markspyrnur. Hörfa aðeins frá þeim. Þannig bara út til vinstri fær hann aftur. Þá kemur pressan hjá Skagaliðinu. Sigríður tilbaka. Ætla leiðinni tilbaka á Coloma. Fá að spila boltanum bara hérna í afturstu línu. Kemur sendingin fram. Fín varnarvinna hérna hjá Skagaliðinu. Það einnig verið að leika í lengjudeild karla í dag. KF tekur á móti Vestra. Það staðan ennþá 0-0 og Selfoss komnir yfir gegn Grindavík á heimavelli 1-0. Einnig er heilumferð í annarri deild karla. Þar það Höttur Huginn sem taka á móti Ægi. KF tekur á móti Njarðvík. Magni á móti KFA. Víkingur Ólafsvík á móti Reyni Sandgerði. Þróttur tekur á móti Haukum og IR tekur á móti Völsungi klukkan 4. Hins eru 5 leikir í þriðju deild karla. Og það er fullt af fótbolta í gangi núna allar helgar. En Skaginn á innkast hér. Nikolína Sigríður í bakinu á henni þarna. Nei, þetta var reyndar Sandra Dögg en Selma lyftir þessu fram beint í gagnauga þarna á Margréti. Þá er stöðvaður leikur. Virðist vera í lagi með hana. Það eru íringar sem að fá boltan bara einfallega. Fín barátta þarna í önni. Kemur kastið fram, Unnur. Tilbaka, sendingin upp í hornið. Ástrós eltir. Marey er á undan. Og Marey, já, gefur innkast. Hélt hún ætti það. Já, fyrsta skipti sem að IR er að koma með
þetta stóran hluta liðsins hérna á sóknarhelming. Kemur boltinn inn á teiginn, Margrét þarna á fjær. Selma rekur hana í burtu. Frábærlega gert hjá Selmu, vinnur af henni boltan, sendingin frá henni beint á Sigríði. Sigríður komin inn á teiginn, setur hann fyrir markið en Anna Þóra lokar á það en þarf að gefa hornspyrnu. Fyrsta hornspyrnan hjá ÍR. Sjáum hérna Selma gerir þetta vel en sendingin frá henni stór hættuleg. Það er hættulegt að tapa hana þarna en Anna Þóra bjarga því sem bjarga varð. Sem að tekur hornspyrnuna inn á fjær hérna yfir allan pakkan. Sendi ekki tilbaka, Sigríður. Út á Ástrós, beint á Selmu. Selma reynir að finna Nikki, gengur ekki en boltinn út af. Þessari pressu lokið í bili. Bryndís aftur á Selmu, á Sunna. Þetta með slaka sendingu. Það var aðeins dofnað yfir heimaliðinu eftir svona mjög bjarta byrjun hérna fyrsta korterið. Blæðir úr Nikolínu, það heyrist mér. Það er að þurrka það af. Nú verður klóruð hérna. Það er leikurinn í ganga aftur. En Nikolína komin aftur inn á. Svona Rún gerir þetta vel. Sýnir ótrúlega þroska þessi unga stúlka. Sunna reynir sendinguna hérna upp í hornið. Löng en Unnur Ýr lætur sér ekki segjast og eldir. Og það minnur innkast fyrir heimaliðið. 20 mínútur liðnar staðan ennþá 0-0. Skagaliðið búið að eiga besta færið í leiknum. Já, eina færið í leiknum skulum við segja. Hingað til. Erla Karítas komst í dauðafæri. En náði ekki að setja boltan í markið. Selma fær hann hérna út í vinstra megin, tilbaka á Anna Þóra. Heppin þarna. Selma. Bryndís aftur á Selmu og enn aftur innkast. Sunna sendi ekki frá henni tilbaka. Víðsfjarri. Frábær varnarvinni á Selmu. Nikolína síðan hirðir hann upp inn á miðjusvæðinu. Leggur af stað út á Erlu Karítas. Nikolína fer síðan utan á hana en Erla Karítas missir boltan. Margrét. Tilbaka á Sigríði, aftur á Margréti. Sterk. Sunna nær ekki að ráða við hana, ekki Anna Þóra heldur. En frábær tækling hjá Sunnu. ÍR vinnur boltan aftur þó. Guðrún fer út til vinstri. Reynir sendinguna inn fyrir Marey. Gerir vel í að lesa þetta. Brotið á henni. Grindavík búið að jafna á Selfossi. Það er staðan 1-1, Þróttur Reykjavík 1, Haukar 0. Engar fréttir ennþá
frá Seltjarnarnesi. Unnur Ýr hérna komin í hættulega stöðu en Unnur með boltan fyrir markið. Coloma handsamar þetta sendingin aðeins og vinnalega en fínasti sprettur þarna þegar fyrir hálfleikur er hálfnaður. Marey Samira kemur síðan og sækir hann. Bryndís á Unni. Unnur upp í hornið. Þetta er of langt. Margrét fer þarna af svona fullmiklu afli í Marey og Marey fær aukaspyrnuna. Fljót að taka þetta. Anna sendingin ekki góð, beint á Söndru. Dögg Nikolína við það að vinna boltan aftur. Sigríður Selma les þetta, fær boltan aftur Sigríður samt og Unnur og Margrét búin að skipta hérna stöður. Dagný Selma gerir enn og aftur vel. Geringa mjaka sér hérna upp hægri kantinn með innköstum. Anna Þóra les þetta, kemur svo langt fram. Samira reynir að taka hann á kassan, nær honum hérna í annari tilraun. Kemur langur bolti fram, vel lesið af Önnu Báru, skallar þetta út af. Vel gert þarna hjá Söndru að vinna boltan af Nikolínu. Anja Dagný á Sigríði. Sigríður nær ekki að koma boltanum frá sér. Bryndís stoppar það. En er Selma Dögg að vinna boltan fyrir Ía hér. Unnur Ýr reynir að fleyta honum inn fyrir á Samiru, tekst ekki. Átstrós kemst ekki fram hjá Marey. Það er svona mikið jafnræði með þessum liðum akkurat eins og staðan er núna. Hvort liðin er að skapa sér mikið. Ýr liðið svo sem náða aðeins vopnum sínum. Það var náð að stoppa í götin sem að Ía var að komast í hérna framan á leik. Vantar mörk í þetta. Það er að hleypa smá spennu, meiri spennu í þetta. Marey kastið fram á Nikolínu. Gerir vel í að skýla boltanum hérna að Bryndís. Anna Þóra. Anna lyftir honum inn fyrir á Unni. Unnur nær þessum. Unnur síðan með boltan fyrir markið yfir Samiru. Selma fyrir skotið en þetta fyrir pakkan hérna. Mikil barátt inn á teiknum. Það er ná að koma þessu frá. Það hefur helst verið þegar það er ná að finna Unni með hlaupabraut þarna fyrir framan sig sem að einhver hætti að skapast. Samira nær ekki að taka hana með sér. Sunna ekki heldur. Núna gengur Ýr illa að koma boltanum frá. Unnur enn einu sinni. Aftur með hann yfir á Fjær. Þetta er skalla frá af Dagníu.
En Ían að halda pressunni hérna, Selma á Sunnur, skjóttu þessu nú bara, Sunna fer í skotið, fram hjá markinu. Þetta líflegu kafli hérna hjá heimaliðinu. Sjáum þetta hér, leita núna trekk í trekk að Unni. Þá er það að ná að skapa hættu. Það sjáum við fyrra færið og síðan skotið hérna frá Sunnu Rún. Aldrei spurning að láta hann vaða hérna hjá henni, ekki svo langt fram hjá. Sjáum að þegar að ÍR-liðið fer af fullu í pressuna, þá eru þeir að valda íringurum, bara töluverðum vandræðum. Samíra vinnur boltan, Unnur Ír, Unnur reynir fyrir gjöfina, fer í varnarmann og það er ná að koma þessu frá. Vera fram á Unni, sending hennar beint á Önnu Þóru, henni Bryndísi, aftur á Önnu og fín pressa á Sigriði þarna sem að stoppar þetta. Selma á Sunnu Rún, vinnur innkastið aftur. Selma fram á Samíru. Samíra gríðarlega sterk hérna, gerir þetta virkilega vel, vinnur Bryndísi. Bryndís leitar enn og aftur að Unni, finnur hana. Unnur aftur með háan bolta yfir á fjær, yfir Kolóma og sending hérna tilbaka. Virtist vera, þetta hlýtur að vera markspyrna, já ég held að þetta sé rétt. Sjáum þetta aftur hérna. Hver er það sem að tækla boltan? Já, mér sýnist að vera Nikolína sem að snertir hann hérna. Þá er Margrét búin að binda skóðfeng sinn og ÍR-ingar fara á stað. Sigríður undir pressu. Gera þetta vel, Unnur hérna, nei Margrét fyrir gefi. Sendingin hérna beint á Anitu Sól, Nikolína. Nær að snúa, tilbaka á Önnu. Framarar komnar 1-0 yfir í sínum leik. Gegn Gróttu. Þannig að Framarar halda áfram að brillera í þessari deild. Og verða að teljast bara ansi sigurstranglegar í bara að vera fyrsta lið upp. Síðan er spurning hvaða lið fylgir þeim. ÍR vill vera eitt af þeim, ÍR vill vera eitt af þeim. Og ÍR-ingar í bestu stöðunni akkurat núna til að gera það. Algjörlega 6 stiga leikur fyrir Gróttu. Fín pressa enn og aftur hjá Selmu Dögg sem er búin að vera ótrúlega mögnuð hérna varnarlega. Sunna skallar þetta fram á Samíru, Samíra tókaði í hana og aukaspyrna dæmd. Þetta var hárrétt. Þú voru náttúrulega að hjálpa hann að sé ekki við sólinn, sko. Þjálfarar ÍR-inga ekki ánægðir með þennan dóm. Ég held að það sé ekkert út á hann að setja. Vaxandi pirringur hefur maður heyrt svona síðustu mínúturnar.
Sunna Rún með aukaspyrnuna. Lyftir þessi inn á fjársvæðið. Vel skalla frá hana Nikolína í skotið eða sendinguna inn á og boltinn hrekkur hérna fyrir Erlu Karítas sem að setur hann yfir. Enn og aftur Erla Karítas hérna í færi. Nær ekki að hún skóplar þessu hérna yfir með vinstri. Búin að fá 2 mjög góð færi. Skulum vona að þriðja verði mark. Frábær pressa hjá Samíru, sterk hérna. Samíra reynir að finna samherja, gengur ekki og Coloma enda með boltan. Og henn er IR-bekkurinn ekki sáttur. Vildu fá brot þarna, dæmt á Samíru. Þegar hún steig Önju hann út. Kemur boltinn fram. Vera í baráttu við Anitu Sól. Anita gríðarlega sterk hérna og markspyrna dæmt. Einhverjar 11 mínútur eftir hér að fyrri hálfleik. Skaliði spilar út hér í pressunni. Ná að vinna boltan. Boltinn inn á teiginn hérna, Anna Þóra að skalla frá. Beint á Nikolínu, hún á Bryndísi Rún. Aftur á Nikolínu. Nikki horfir upp. Kemur langan bolta fram. Unnur Ír þar. Beið eftir boltanum, fékk hann ekki. Sunna finnur Unni hins vegar. Unnur nær, svíkur hann aðeins hann að fyrsta snerting og þetta var óþarfa brot hjá Unni. Og næli sér í gult spjald. Ég held að þetta sé bara hárrétt, þetta var algjör óþarfi hjá Unni. Átti innkastið. Tógar hana hérna niður. Og það er bara skólabókadæmi guldspjald. En Anja búin að fá hérna núna tvisvar sinnum á stuttum tíma að kenna á skagaliðinu. Fyrst Samíru og síðan Unni. Kemur spyrnan fram, hún er löng. Anna Þóra vinnur sig hérna fram fyrir Unni. Klálega hendi á Unni hana. Kaflaskiptur leikur, óhætt að segja það. Dettur niður hún á milli og ég hefur átt ansi svona spræka kafla inn á milli. Það er Guðrún með aukaspyrnu fyrir IR inn á teiginn. Það er Selma sem að skalla frá og Bryndís framlengir. Kemur síðan skot hérna af löngu færi hjá Önnu Báru. En máttlust framhjá. Brúk á Önnu og Anna á Selmu. Fyrsta snertingin ekki góð hjá Selmu. Margrét skallar þetta áfram Bryndís. Finnur ekki samherja. Sandra tilbaka á Önnu. Sunna skallar þetta upp í loftið. Og liggur Unnur Elva
aftur eftir hérna, núna eftir viðskipti sín við Önnu Þóru. Sunna Rún dæmd brotleg, held að þetta sé rétt líka. Unnur Elva liggur eftir, ég veit ekki eftir hvað hefur gerst þarna. Vill greinilega meina með bendingum að Anna Þóra hefði gefið henni olnbogaskot. Já, í hálsinn. Kannski til merkis baráttuna sem á sér stað þarna innanvallar. En aukaspyrna sem Eyringar eiga. Anja á Dagnýju, aftur á Önju, hún kemur með hann langan fram. Aftur eigast þar við Unnur og Anna. Unnur hefur betur. Bryndís Rún vinnur boltan fyrir í að Unnur. Nikki nær ekki að taka með sér. Anna Bára sendi ekki frá henni slök. Erla Karitas eru fáliða núna hérna Skagakonur en Nikki kemur í utan á og Unnur Ír vinstra megin. Unnur með boltan inn á fjársvæð þar henni. Samira Súleman að koma í að yfir. Frábært upplaup hjá Skagaliðinu. Unnur Ír búin að vera stórhættuleg. Hvort sem hún er hægra megin eða vinstra megin og Samira hún þakkar pent fyrir sig. Svona færi nýtir leikmaður eins og Samira Súleman. Hratt upplaup Unnur með gullfallegan bolta hérna og Samira ótrúlega flink í að finna sér svæði, finna sér og staðsetja sig. Og ekkert meira en í að á skilið eftir þennan fyrri hálfleik hérna. Þetta mark á 39. mínútu. Gríðarlega dýrmætt. Eflaust Völsungar að fylgjast með hér. Þeir eiga leik KH í dag. Og fyrirfram myndi maður ætla að Völsungar ætti að vinna þann leik. En Unnur Ír hér á fleygiferð. Fellur við hérna, vonum að það sé ekki merki einhver veikleika hérna í hnénáni. Nei, hún hefur bara mist ekki meðvitund heldur jafnvægið. Stingur þó aðeins við hérna, hún nú með teip hérna á vinstra hnénu. Leit nú ekki vel út en virðist verið í lagi. Og Unnur út til hægri á Margréti. Margrét nálgast teiginn. Það er engar að svara þessu hérna strax. Margrét fer í skotið, Anna Þóra lokar á það og Nikolína vinnur boltan hér úti vinstra megin. Og Unnur kemur inn á völlin. Það eru hlaup hérna Samira og Erla Karitas en þetta er óvinnalega fyrir þær. Kemur langur bolti fram yfir bæði Mari og Ástrósu og Mari brýtur síðan hérna af sér. Og aukaspyrna hérna á fínum stað. Ættu að geta skapa sér eitthvað úr þessu. Eru með sterka hávaxna leikmenn í þessi föstu leikadreiði. Föstu leikadreiðin hafa stundum í gegnum tíðina svona verið pínu vesen hjá Skagaliðinu. Og hér er mikill darra dansinn á teignum. Þetta þurfum við eiginlega, ég veit ekki hvort að við vorum með mynda á þessu. Þarna voru bara þangbrögð milli Samiru Súleman og sem var nú eiginlega hálf snúin niður þarna sýndist mér að Margréti Sveinsdóttur. Það er greinilega ekkert mikil ást á milli þessara liða. Sjáum þetta hérna. En það er nú Sigríður síðan sem að fellur við þarna í kjölfarið en sennilega hefur þetta svona megnið að þessu byrjað
úr mynd. Fá að takast vel á hérna. Að vera út til hægri. Margrét heldur þessi inn á Dagníu. Dagný reynir fyrirgjöfina, Bryndís næður að vera fyrir. Það Dagný með innkast og Margrét næður að komast inn fyrir Selmu. Anna Þóra kemur í hjálpina, Unnur síðan í skotið. Þarna hlýtur að vera rangstaða. Já. Margrét var fyrir innan þarna. Og réttilega dæmd rangstaða þarna, vel staðsettur. Gæti nú verið einhverjar 2-3 mínútur í viðbótartíma hérna í fyrri hálfleik. Samira með góðan snúning, Bryndís. Skiptir út til hægri á Mariu. Marey leggur á stað. Finnur Erlu Karitas eða hvað, jú, Erla Karitas nær að komast inn fyrir, setur boltan fyrir markið, fer í gegnum pakkan, Unnur Ýr, hótar skotinu, leitar inn á möllinu, fer síðan í skotið og rétt fram hjá markinu. Unnur Ýr, hérna við sjáum að þetta er bara hársbreitt fram hjá, en frábærlega gert hjá Erlu Karitas þarna. Skiptið þær hlutverk. Og var það ÍR-ingar að reyna að byggja upp, svo gengur illa sem fyrr. Unnur tilbaka á veru. Það Sigríður. Bryndís fylgir henni eins og skuggi hérna. Sigríður gerir vel í að komast fram hjá henni, þá kemur bara Sunna og hjálpa til. Sunna finnur síðan Bryndísi, aftur á Sunnu. Tilbaka á Selmu, hún og Unni, þetta er vel spilað. Unnur dauðlangar að fara bara á sprettin hérna. Kemur langur bolti fram á Mareyju. En Guðrún Ósk á undan í boltan. Unnur Elva ekki sátt enn og aftur eftir viðskipti hérna við Önnu Þóru. Nikki fær hann hérna frá Unni, aftur inn fyrir á Unni. Unnur kemur boltanum fyrir marki, nei, vörnin heldur þetta. Nikolína aftur á Unni. Spila sama vel hérna. Nikolína komin alveg upp í vinstra hornið. Þrýst í burtu, sendingin tilbaka á Selmu, ekki nógu nákvæm. Margrét komin í hjálpina. Unnur hérna. Ein frammi. Mjög einmanna. Það var alveg töluvert bil í næsta ÍR-ing. Og þá er flauta til leiks loka hérna í fyrri hálfleik. Einungis 1 mínútu bætt við, þá Samira Súleman sem að skoraði mark ÍA á 39. mínútu. Við kannski rifjum það upp áður en að við förum í smá hlé. Nikolína hérna út til vinstri á Unni sem að fær nógan tíma til að stilla af þessa frábæru fyrirgjöf. Beint á kollin á Samiru Súleman sem að stangar hann í netið af miklu öryggi. Sanngjarn staða í hálfleik, vonum að síðari hálfleikurinn færi okkur meiri spennu og meiri dramatík, en kannski meira samt meiri velgengni heimaliðsins að sjálfsögðu. En við tökum okkur hlé líkt og aðrir hér og komum aftur með síðari hálfleik eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Komið sælir aftur áhorfendur góðir og verið velkomin hérna í síðari hálfleikinn sem framundan hjá okkur IR tvöföld skipting hjá Íringum í hálfleiknum. Berta Sóley Sigtryggsdóttir númer 10 og Þórkatla María Halldórsdóttir númer 23 komnar inn á. Og nú þarf bara að koma í ljós hverjar komu að velli. Sýnist að Ástrós Lind Þórðardóttir sé önnur þeirra að minnstakosti. Og hvort að hinn Vera Emilia Matila sýnist mér. En það mér gæti skjáttlast. Anna Bára Másdóttir sennilega. Já, númer 26 sem hefur komið að velli. Íringar þurfa að bæta við tönn og ef ekki tönnum til þess að vinna þetta upp hér. Skagalið var mun betri aðilinn í fyrri hálfleik. Ég held að það sé óvægt að segja það. En Íringum gekk ákaflega illa að skapa sér nokkuð skapaðan hlut hér. En Skagalið átti þó nokkur færi önnur heldur en markið sem að Samira Súleman skoraði. En það Marietta og Selma sem í vinstri bakvörðin. Brúkan Jones auðvitað í markinu. Anita Sól og Anna Þóra í vörninni. Bryndís Rún þar fyrir framann og fyrir framann hana Sunna Rún Sigurðardóttir og Nikolína Mústó. Fyrir Selma Dögg að koma sér í skotfæri og vel varið hjá Kolóma. Síðan fremstu þrjár Samira Súleman upp á topp, markaskorarinn og Erla Karitas Jóhannesdóttir og Unnur Ýr Haraldsdóttir sikkurum megin við hana. Bryndís vinnur boltan fyrir IA, finnur Nikolínu. Lokar sér pínlítið af en þetta reddast nú allt saman. Erla Karitas reynir að finna Sunnu, gerir það nú með viðkomu í Þórkollu. Kemur langur bolti fram. Nikolína leggur hann út á Samiru. Samira nær að komast í boltan. Mikil barátta hérna. Það að ná að losa þetta frá. Ekki langt þó. Bryndís. En Íringar ná að bæra þessu frá Þórkatla. Og Sigríður búin að vera spræk. Sendingin frá henni ekki góð. Vel lesið svo sem hjá Mariettu. Staðan ennþá 1-0 samkvæmt svona mínum upplýsingum allavega fyrir Fram gegn Gróttu. Samira missir hann aðeins frá sér þarna og Anja setur hann í innkast. Unnur Ýr tekur bara innkastið sjálf þarna. Nikolína finnur síðan á endanum Mareyju. Marey á Sunnu Rún og út á Nikolínu. Kemur fyrirgjöfin. Samira Kolóma í vandræðum og Erla Karitas fylgir þessu yfir línuna, ekkert dæmt. Og Erla Karitas með sitt þriðja færi nær loksins að skora. Fékk 2 mjög góð færi í fyrri hálfleiknum sem hún misnotaði, þannig að hún engin glaðari heldur en akkurat hún. Og IA komnar í 2-0. Sjáum hér fyrirgjöf sem að Kolóma misreiknar. Samira fer nú aðeins í hana og hún bjóst nú við því að fá eitthvað þarna. Samira hins vegar hefur nú eitthvað fundið fyrir þessu og eitthvað fengið högg þarna sennilega í þessu samstuði við Mörtu Kolóma, en ekkert dæmt hins vegar og Erla Karitas hleypur eiginlega hálfpartið með boltan inn bara á
eins og ég mittist tösku og þjálfarar IR ekki sáttir. Markmenn njóta nú oft töluvert mikillar verndar, sumir myndu segja of mikillar verndar á köflum. En eflaust hefðu Skagamenn viljað fá aukaspyrnu þarna ef þetta hefði verið hinum megin. En hún var ekki dæmd, þannig að staðan orðin enn vænlegri fyrir Skagaliðið. Hún þarf bara að halda þetta út, ekki gleyma því að IA komst í 2-0 í leik þessara liða í Breiðholtinu í sumar. Anita með langan bolt upp í hægra horni. Marey á undan Guðrúnu. Guðrún gerir ágætlega og gefur innkast. Samira ennþá utan vallar. Nikolína og fer niður í teignum hérna, en ekki dæmt. Það var Anna Bára sem að hvort það eitthvað í þessu. Nei, hún rennur einfallega til að renna þarna báðar. Einhver sleipur blettur þarna sem hann Binni vallarstjóri þarf að kíkja á kannski á morgun fyrir leik IA og KR sem verður hérna klukkan 5 á morgun, ekki í beinni útsendingu á IA TV reyndar. En þar ætla Skagastrákarnir að reyna að sjá hvort að þeir ná ekki að halda sigurgöngunni áfram og halda voninni gangandi. Þá er það íringar sem að þurfa nú að fara að finna einhver svör hérna. Ætli þær sér eitthvað úr þessum leik. Margrét reynir sendinguna inn fyrir, en þetta er hættu lítið á Brúk. Hann sem var hann á endanum. Selfoss 3, Grindavík 3, hörku stemming hérna hjá Dín Martin og félögum á Selfossi. Grótta búin að jafna gegn Fram, þar er staðan 1-1. Gott ef að jafntefli í þessum innbyrðis viðureignum liðana sem eru fyrir ofan IA sé ekki akkurat það sem að IA þarf. Þannig að ég held að Skagamenn og konur geti fagnað þessu. Þróttur 1, Haukar 0 enda á staðan þar í annarri deild karla. Kolóma undir pressu, setur hann bara beint út af. Já, ég hef komið bara pínlítið á óvart í rauninni munurinn á þessum liðum í þessum leik. Sunna Rún lendir illa hérna, fær dæmda aukaspyrnu. Bryndís Rún stígur inn í til hjálpar hérna. Sunna staðinu upp. Það er ágætt að megum engan leikmann missa núna í meiðsli. Það er stemming í pöllunum. Taka þetta stutt. Erla Karitas síðan meðan fyrir sennilega í hendi þarna, já, hendi dæmd. Fór hérna, sýndist mér augljóslega í hendina á að mér sýndist Dagný Rutt. Og aukaspyrna. Við erum ekki að sjá þetta hana. Það er Nikolína sem að tekur aukaspyrnuna. Engin í vegg. Það er áhugavert. Bein leið að markinu. Setur hann inn að markinu og Kolóna í stökustu vandræðum slær hann í horn. Þetta var sennilega bara skot ef eitthvað er. Sjáum þetta aftur hérna. Samira er þarna á svæðinu, Anna Þóra einnig. En Marta Kolóma nær að slá hann þarna frá og hornspyrnan frá Sunnu ekki góð.
það bara gengur ekkert upp hjá gestunum. Kemur á óvart. En kannski lýsandi fyrir þetta sem ég var að tala hérna fyrir leikstígandan í IA-liðinu eftir sem að liðið hefur á tímabili. Boltinn inn á teiginn. Erla Karintas nær að leggja fyrir sig og fer í skotið en það er yfirmarkið. Þurfti að teygja sig í hann þarna. En er það Unnur Ýr sem er að búa þetta til. Erla Karintas hefur ekki vantað færin í þessum leik. Koloma út á Bertu og Sunna Rún dæmt brotleik. Guðrún fram á Unni. Hún inn fyrir á Bertu. Berta, Marey pressar á hana, gerir þetta vel. Anita Sól séðan lyftur honum fram. Anna fram. Bryndís vinnur boltan. Nikolína séðan tilbaka á Anitu sem að lyftur honum fram í fyrsta. Kannski óþolinmóð þarna. Bryndís Rún. Frábærlega gert. Samíra truflaði þarna Guðrúnu og Unnur Ýr enn einu sinni hérna í fyrirgjafa stöðu. Setur hann fyrir markið en þetta gerir Marta Koloma vel. Greip þennan. Samíra staðsetti sig þarna á fjærstönginni. Anna Þóra, Unnur eltir hana og brýtur síðan á Önnu. Anita lyftir þessu fram. Samíra nær að fleita þessu áfram. Nikolína eltir, hún er fyrst á boltan. Nær ekki skotinu, vel gert þarna hjá Önnu Ísis sem að nær að loka vinklinum alveg fyrir henni. Hotspinna, sjáum hvað Samíra er sterk og Nikolína fljót hér að átta sig. Vinkillin var nú svo sem þröngur fyrir en Anja gerði vel hérna. Þá er það Erla Karintas sem að tekur hotspinnuna. Hár boltinn á fjársvæðið. Þórkatla skallar hann frá. Bryndís lætur hann fara út af. Innkast. Nei, það er innkastið dæmt. Ýringum. Það er ekki alveg viss með þetta. Bentu hann í sig hver áttina. Það stóð dómarinn og dómarinn. Það er dómarinn sem ræður allavega á þessu svæði. Hann ræður undir alltaf. Vitlaust innkast þarna nokkuð augljóslega en hann fær að fá að sleppa með það. Hann kemur Koloma með boltan út á Bertu. Marey vinnur skallan. Grunar mjög að fyrri leikurinn hafi örugglega verið ofarlega í huga Skagaliðsins þegar þeir voru með góða stöðu sem þeir töpuðu niður og mistu niður í tap á mjög dramatískan hátt. Það er ekki vilja að láta það gerast aftur. Ég er nú nokkuð samfærður að hefði Skagaliðið spilað alla leiki sumarsins eins og þeir hafa verið spilað þennan leik af sama krafti og sama vilja, þá værum við ekkert að tala um að Framarar væri að vinna þessa deild. Það er mín sannfæring allavega. Unnur Ýr. Finnur Sunnu. Nei, hún finnur hann ekki. Þórkatla vinnur hann. Þórkatla reynir sendingunni gegn. Anna les þetta vel og stoppar það. Sigríður lyftir boltanum inn að markinu en þarna er engin Ýringur en Brooke Jones er þar aftur á móti.
Anita lyftir honum fram að því. Samira í baráttunni. Anna vinnur skallan. Nikolína á Erlu Caritas. Erla Caritas síðan og Samiru sem að lyftir honum beint inn fyrir á Nikolínu. Gerir þetta vel en sennilega er þetta markspyrna hjá. Það var Nikki sem átti síðust nettinguna þarna held ég. Kemur Anja fyrir IR með langan bolta fram. Selma skallar frá. Sigríður vinnur annan boltan hérna. Unnur út á Margréti. Margrét, Sigríður hélt hlaupinu áfram hérna. Er að snúa á Önnu. Boltinn fyrir markið. Þetta var svona einna mesta hættan sem að íringar hafa skapað hérna. Þarna vantaði einhvern á fjær. Gerðu þetta vel. Sigríður er að verja boltan vel þarna en Berta bara ekki mætt á fjörstöngina. Marey fær hann aftur hérna. Gerir þetta vel. Nikolína út á Erlu Caritas sem skiptir yfir til vinstri. Anja skallar þetta frá. Unnur sækir boltan. Selma fær hann hérna, horfir yfir. Erla Caritas var þar í hlaupi. Sandra Dögg las þetta. Kemur Margrét. Anna stígur hana út hérna, gerir þetta virkilega vel. Anna Skæn á þetta innkast. Bryndís enda með hennan. Tilbaka á Önnu. Og Anita. Anita með fína sendingu hérna fram á Nikolínu. Nikki. Tilbaka á Önnu. Þóra sendinguna fram á við. Nikki vinnur hann fyrir Ía. Samira síðan og aftur Nikki. Sunna Rún fær hann út á Erlu Caritas. Fyrir síðan í hlaupið. Erla Caritas. Brotið á hann eða hvað? Nei, hún dæmt brotleg eins og það er. Já, ég svo sem hélt það líka að Erla mögulega eða Kaja fengi mögulega þetta. En það þýðir ekkert að deila við dómaran. Frábærlega lesið hérna hjá Unni. Unnur fer í skotið. Það er yfir markið, töluvert yfir markið. Þurfti að teygja sig í hann þarna. En Unnur búin að vera ótrúlega hættuleg allan leikinn hérna fyrir heimaliðið. Anja með langan bolta fram. Skalið með algjöra stjórn á þessum leik. Selma á Unni. Sunna hirðir hann upp hérna tilbaka á Bryndísi. Það var Anna Þóra á Selmu, fær hann aftur. Kemur síðan langur bolti fram. Samira fer í eltingaleikinn. En ágætlega lesi á Önnu Báru. Þá er skipting hjá Íringum, sýnist mér. Inn á er að koma leikmaður númer 9, Lovísa
Guðrún Einarsdóttir. Og af velli kemur Dagný Rut Imsland, númer 16. Þetta taktísk breyting heyrist mér hjá Írengum. Ætla í 3 manna vörn. Kemur inn á miðjuna. Það var einn kast sem að skaliði á. Það verður forvitnilegt að sjá hvort að þessi breyting skila sér. Samira tökur þetta frákast, leggur hann tilbaka á Marey aftur út til hægri. Þar er Samira Súleman. Frábæri vörn þarna hjá Önnu Báru. Og Berta síðan. Marey brýtur á henni. 25 mínútur eftir. Og Írengar eins og segja, fækka í vörninni, fara í hápressu. Heyrðist mér hjá þeim. Hann reynir á Skagalið að halda fókus, halda í þessum yfirbörðum sem þær hafa haft. Selma enn og aftur. Ylva Flossadóttir að stíga upp í uppbytuninni. Skipting í vændum hjá IA. Írringar. Aðeins að reyna að rétta sinn hlut hérna. Innkast hér framalega á vellinum. Sigríður. Það er ekki að komast fram með Selmu Dögg sem er búin að vera ótrúlega erfið sóknarmönnum IR. Margrét fær hann hérna inn á teiknum, leggur hann út á Sigríði. Sigríður séð með boltan fyrir markið. Yfir allan pakkan. Berta tilbaka á Lovísu sem að fer í skotið en auðvelt fyrir Brúk. Það er að sjálfsögðu Ylva Laxdal, ekki Ylva Flossadóttir sem er að gera sig klára. Þannig ef einhver skildi hafa rokkið í kút. Samira kemur og býður sig. Tekur hann vel niður hérna, tilbaka á Bryndísi, sendingin frá henni. Ekki nákvæm, að hreinsa Írringar fram. Anna Þóra missir hann svolítið langt frá sér hérna og út af. Þá kemur skipting Ylva Laxdal. Unnarsdóttir að koma inn á fyrir Sunnu Rún Sigurðardóttur sýnist mér. Fer út af hérna fjær. Og þá er mögulega einhver smá breyting. Erla Karitas sýnist mér að falli niður á miðsvæðið í stöðun hennar Sunnu. Anna Þóra reynsar þetta bara frá. Koloma með hann langan fram. Vel gert þarna hjá Lovísu. Hér eru Írringar að sleppa í gegn. Margrét setur hann yfir á vinstri. Fer í skoti en Brúkan Jones nær að verja þetta. Hættulegasta færi Írringa. Lovísa gerir þetta vel. Unnur síðan. Anna Þóra sýnist mér sem gleymir sér. En Brúk vel staðsett.
Bryndís nær að taka hennar niður, lyftur hún múti vinstri á Unni, nær hún þessum, já, hún gerir það, heldur hún minna og kemur með hann fyrir markið, Samira nær ekki að taka með sér, er þetta hotspinna? Já, þetta er hotspinna. 20 mínútur eftir, 1 mark í viðbót, drepur hennar leik held ég. Maður er ekki alveg í rónni. Þó að staðan sé 2-0, þó að IS er búið að vera með yfirhöndina allan leikinn. Það var eitthvað svona pínu ónót í mér. Það er Nikolína sem að tekur hotspyrnuna. Hárinn á teginn, Coloma út úr markinu, kýlar þetta frá, út í teginn. Og önnur hotspyrna, Þórkatla undir pressu þarna frá Selmu. Bara taka 2. Taka þetta stutt, Unnur. Nikolín fær hann aftur, setur hann síðan á hann inn á fjársvæðið og enn er Coloma í vandræðum. Það ná að koma þessu frá. Marey gerir þetta vel. Og innkast sem að íringar fá hér. Það er Ylva reyndar sem var í baráttunni þarna. Unnur baka á sönduru Sandra sem hann finnur Margréti skallin inn að miðsvæði, hún var rangstæð dæmt hér á Margréti. KVF 1, Vestri 0 í lengjudeild kalla, Selfoss 4, Grindavík 3. KF 1, Njarðvík 0, Þróttur Reykjavík 3, Haukar 0. Þetta eru leikir í annarri deild kalla. Því miður hef ég ekki aðra stöðu uppfærslar en þær að í út á Seltjarnarnesi er staðan 1-1 í leik Gróttu og Fram í annarri deild kvenna. Þetta er leikur sem skiptir okkur hér höfumáli. Sigríður Selma pressar hana tilbaka. Kemur langur bolti fram, Unnur með Önnu í bakinu. Finnur Sigríði að færa hann aftur hérna. Unnur kemur síðan langur bolti fram, Lovísa í sprettinum, Brúk út úr markinu, Lovísa nær pottunum fram hjá henni. Brúk er sigruð hér, boltinn síðan út í teginn og það er Margrét sem á skotið í slána og yfir. En eru þær að sleppa, þetta er annað skiptið á stuttum tíma sem þær að sleppa grunnsamlega auðveldlega í gegnum miðja vörnina. Lovísa gerir þetta frábærlega en þetta eru viðvörunarbjöllur fyrir skaliðið. Við erum að halda áfram pressunni, halda áfram að halda í boltan. Coloma setur hennan bara út af. Nikolína þessi boltan hérna, þetta á Unni Elvu. Hún tilbaka á Þórköllu, Þórkalla lyftir þessu fram. Það er Selma Dögg, fyrst á boltan, setur hann hátt í loft upp, ekki sannfærandi hreinsun. Margrét skallar hann inn fyrir, Sigríður fer í skotið rétt fram hjá stönginni. Var Brúk með hendur á þessum bolta? Já, segir dómari leiksins, aðstoðdómarinn. Sáðan og var erfitt að sjá það héðan. Það er ómögulegt að segja hvort hún á snertingu. Ef svo var, þá er hún sennilega að bjarga marki hérna. En íringar allhressilega minna á sig hérna undir lokin, ennþá 16 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Og ég á hotspyrnuna.
Lovísa með boltan yfir á fjær. Bryndís reynir að hreinsa þetta frá. Gengur illa en Samira gerir það í annari tilraun. Sandra finnur Lovísu. Lovísa búin að koma með fína innkomi hérna. Marey gerir þetta vel. Erla Karitas fram á Nikolínu. Og Ylva unnur með smá pláss hérna. Anna bara til varnar. Læður þessu inn fyrir. En Anja er á undan Nikki í þennan. Anja sé með langan bolta fram. Margrét í smá kapplaupi við Önnu Þóru. Anna Þóra hefur betur að þessu sinni. Það er Bryndís út á Selmu. Selma Sigríður pressa vel á hana þarna. Ég hvort að það er farið að gæta einhver svona smá tauga titrings hjá heimakonum. Bryndís Rún fram. Anja á Sigríði, hún á Söndru. Sandra síðan lyftir þessu fram á við. Anna Þóra skalla frá. Bryndís Rún finnur Ylvu Laxdal. Ylva fer síðan bara í skotið hérna á þröngum vinkli. Rekin áfram af Magneu Guðlaugsdóttur þjálfara. Þórkatla með langan bolta fram. Brúnk út úr markinu og er á undan Unni Elvu Traustadóttur þarna. En þessi taktíska breyting hjá Íringum virðist vera að skila árangri. Nikolína potar þessum út af. Sjáum þetta aftur hérna. Brúk vel vakandi hérna. Hársbreyt á undan Unni. Anja liggur eftir hérna eftir þessa tæklingu. Hér sjáum við Unnur Elva Traustadóttir að koma af velli. Í hennar stað er að koma leikmaður númer 5. Sofía Karolína Takamegi. Eða hvað? Nei, það er mögulega ekki Unnur Elva sem er að fara af velli. Þessi Anja, hún er sárt þjáð hérna. Eftir þetta það virkaði nú tiltölulega saklaust. Vinstra hnéð sýnist mér, hún er bara töluvert kvalinn. Þannig að þeir ætla aðeins að bíða með skiptinguna. Nei, hún verðist nú ekki vera alveg 100% allavega. Já, þeir ætla að skipta. Það er Unnur Elva þá, eða hvað? Nei, það er búið spil. Það er þó að reyna að Takamegi er að koma inn og við sjáum þetta aftur í hérna. Það var ekki gott að sjá hvað gerist þarna. Allavega er Unnur Elva ekki að fara að velli. Sýnist að vera bara Anja sem að geri það. En Sofía komin inn á hér. Koma Skagakonur, Unnur með hælspyrnu hérna inn fyrir vörnina á Nikolínu. Nikolína nálgast tegin. En Sandra stoppar hana en þarf að gefa horn. Þetta er skemmtilegt tilþrif hjá
þessum reynslubolta Unnur Ýr. Það aldrei loggmólla í kringum Unnur Ýr en á fótboltavellinum á jákvæðan hátt. Kemur boltinn inn á tauginn, Samira skallar og hann svífur fram hjá stönginni. Samira ekki kannski svo hávaxnasta en staðsetningar og tímasetningar upp á 10. Kemur boltinn skotið beint í dómarann og þá fá Ýringar að halda boltanum. Og þetta kom í gang aftur 10 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Staðan ennþá 2-0 en Ýringar búin að vera að banka og mása og blása. Kemur sendingin inn fyrir Unnur Elva, leggur hann út í teiginn. Lovísa fer í skotið og minnka munn í 2-1. Glæsilegt mark hjá Lovísu Guðrúnu Einarsdóttur sem er búin að eiga frábæra innkomu hérna. Nú þarf að finna einhver svör hinum megin því að þær eru búnar að, þetta er búin að liggja í loftinu. Þetta er of einfalt. Vörnin sem var búin að halda ótrúlega en þetta skot er algjört augnakonfekt. Og nú verður þetta spennandi en ég er ansi hræddur að Magnea og Aldís Silva þurfi núna aðeins að finna einhver svör því að Ýringar þetta gerir ekkert annað en að auka trú þeirra á verkefnið. Ylva á Marey finnur Unnur komin inn á teiginn. Unnur kemst ekki fram hjá Söndru, leggur hann út á Marey aftur inn á teiginn, þar er Nikki, hleypur yfir hann og þetta endar síðan í fanginu á Koloma. Núna liggur henni á, kemur með hann langan fram, beint á Selmu Dögg. Halda pressunni, Nikki kemst fram hjá Sigríði, hérna komin upp í vinstra hornið, vantar stuðning. Sigríður gerir henni lífið leitt þarna, hann er kannski full snemmt til þess að fara út á hotfannan, en vinnur innkast. 1 mark í viðbót. Sjáum hérna staðfestingu á markaskorurunum. Samira og Erla Karitas með mörk Ía. En Lovísa Guðrún hendir líflínu til félaga sinna hérna með þessu glæsilega marki. Selma kastar þessu inn að teignum, vinnur aftur innkast. Skipting, tvöföld skipting í vændum hjá IA. Vala María Sturludóttir. Já, Nikolína ætla bara að vera hérna út í hotfána. Þetta er mjög snemmt, það er ennþá 7,5 mínútu eftir. En Vala María og Erna Björt Elíasdóttir eru klárar að koma inn á. Nikolína með fína snúning, setur hann fyrir markið. Samira í skallan en oflaus til þess að valda Koloma einhverjum vandræðum. Þannig að Berta tilbaka á Söndru. Sandra leitar yfir til hægri. Þar er Sigríður. Miklu fleiri Ýringar fram á við, sendingin upp í hægra hornið. Boltinn fyrir markið og Brúk enda með þennan í fanginu. Já. Magnea vill fá vörnina örlítið aftar. Þær hafa verið að stinga sér í gegn. Brotið á Unni Ýr hérna. Þá kemur væntanlega skiptingin. Vala María og Erna Björt að koma inn á. Unnur Ýr og Selma Dögg eða hvað. Allavega Unnur Ýr og Erla Karitas Jóhannesdóttir. Sjáum hérna
Aftur markið hjá Erlu Caritas. Já. Vala María skoraði mark annars flokks í úrslitum í bikarkeppni annars flokks kvenna núna í vikunni þegar þær töpuðu 5-1 fyrir Breiðabliki. Boltinn inn á tein. Samira nær ekki að taka hann með sér en Ylva fer við hún býti mark fyrir það rángstaða á Samiru Súleman. Ég er ekki viss, þetta þurfum við að sjá aftur. Þetta hefði nú aldeilis geta klára leikinn. Sjáum þetta aftur, einstaklega einfalt. Sjáum hvar Samira, eru þær samsíða, mér sýnist það, eða Samira fyrir aftan boltan allavega. Ég held hreinlega að þetta sé rangur dómur. En það er eins gott að þetta kosti ekki. Ylva á Ernu Björt. Erna og nærvist boltanum þarna. Berta. Bryndís stoppar hana og koma Íringa Marta, það er nú systir hennar Marey, gerir vel. Vala María, það er ekki að finna Nikki bara sækir boltan bara sjálf. Snýr. Taka með ekki í, finnur síðan Völu Maríu. Vala María, henni bara að ýta boltanum, þannig sér maður kannski aldursmuninn. Við erum að tala hérna stúlku í 9. bekk. %, heyrir maður í aðstofdómnum. Ég veit ekki hvort að þetta heyrist hjá ykkur en Magni að hérna ræða þessa rangstöðu. Ég er ekki samfærður. Marey les þessa sendingu, Anita Sól síðan. Við þurfum að vera aðeins rólegri, halda í boltan, ekki láta bara Íringa vera með hann. Það gerir ekkert annað en að bara efla sjálfstrausti á þeim. Guðrún. Nikki fer í smá press á hana hérna. Guðrún, Sofía, Lovísa. Markaskorur Íringa hérna, sendingin út til hægri. Ágætlega spili á IR, en þetta enda nú samt í innkasti. Skipting hjá Íringum. Leikmann númer 15 að koma inn á Susanna Sofía Palma-Roja. Þá er það Unnur Elva Traustadóttir sem að kemur út af. Þetta mark hjá Lovísu var hennar 11. í sumar í annarri deildinni. Nei, fyrirgefið, 12. Skoraði 10 mörk í 10 leikjum í deildakeppninni og skoraði mark líka í fyrsta leik þeirra í úrslitakeppninni. Merkilegt að hún hafi byrjað á bekknum. En þetta rekord kemur boltinn hárinn á teginn. Erna Björt í baráttunni. Þórkatla kemur síðan þessu langt í burtu. Roja er í miklu kapplaupi við Marey. Marey vissi ekki af henni fyrir nóg seint en hún þurfti að gefa innkast 1,5 mínútu eftir að venjulegum leiktíma. Taka Meggi. Roja tilbaka. Já, taka Meggi. Þessi boltan út af. Sjáum þetta hægt hérna, sjáum hvar Samira Súleman. Hún er vel fyrir aftan boltan þegar að sendingin fer fyrir markið og þetta er bara, þó að menn segist að vera 100% vissir, þá er bara myndefnið að afsanna það algjörlega.
Þannig að það er eins gott að þetta muni ekki kosta í að sigurinn hér í dag. Þá ættir að koma í ljós. Það er Anita Sól með aukaspyrnu fyrir IA. Langt fram hægri kantinn. Berta er að finna Takameki. Takameki hleypur yfir þessa tæklingu. Berta síðan aftur á Takameki. Anita Sól til varnar. Vel gert hér. Boltinn inn á teginn. Samira Súlimann þar mætt. Reyna að koma boltanum í burtu og broti síðan hann á Selmu Dögga. Hvað nei, ekkert brot en sendingin fram. Ylva Laxdal að sleppa hér upp í hægra hornið. Vantar stuðning. Ég held að Nikki vilji fá boltan hérna bara til að fara með hann út í horn. Ylva átti allt og mikið eftir að gera þarna og innkast og leik lokið skils mér út á Seltjarnarnesi með jafntefli 1-1. Grótta 1, Fram 1. Ég held að það séu fín úrslit fyrir Skagaliðið. Nú liggur Skagaliðinu nákvæmlega ekkert á. Marey gefur sér góðan tíma. Marey kastar þessi inn á Völu Maríu. Vala María missir á hann Lovisa segja með hann langan fram. Anita Sól fyrst á hann. Setur hann bara út af. Guðrún tilbaka á Söndru. Hún tilbaka á Bertu í markinu. Boltinn langur fram á Bertu. Margrét setur hann upp í hornið. Anita Sól er á undan og vinnur innkast. Þetta gerir hún vel. Spyrnir boltana hann af krafti í Bertu og út af. Nú er bara að vinna bara fleiri innkast hérna. Það tekst nú ekki. Anita með hann fram. Sleppur í gegn hérna á Erna Björt. Með Völu Maríu fyrir fram að sig. Samira á hlaupinu. Ylva hinum megin líka en hún er rangstæð. Þarna var Samira með gott hlaup upp vinstra megin. En sendingin var svo sem þægilegri þarna út til hægri fyrir Völu. Nú er bara spurning hversu miklu er bætt við. Gríðarlega spenna hérna. Vala María lesa þessa sendingu. Nikki aftur inn fyrir á Völu Maríu sem er flöggur rangstæð. Ég er ekki alveg viss. Vala María ná sér í hérna gult spjald. Sjáum þetta aftur hérna. Ég bara held að þetta líka sé rangur dómur og þetta getur orðið svo dýrt. Þetta getur orðið svo dýrt. Ég get ekki setið kjur hérna. Kemur langur boltinn fram. Þórkalla framlengir. Margrét aftur á Þórköllu. Þórkalla reynir sendingunni gegn. Anna Þóra les það. Losar hann fram. Sandra beint á Ernu Björt. Nikolína tilbaka. Finnur ekki samherja. Sigríður reynir að lyfta honum fram og Brúk kemur út úr markinu og hann samar hann. Spurning hvort að það séu 4 mínútur töluvert af skiptingum hérna í síðari hálfleiknum. Kemur langur bolti fram. Margrét skallar hann áfram en Anita Sól síðan losar hann fram og Ylva að sleppa í gegn eða hvað. Hún nær boltanum af Söndru. Ylva fer í skotið en framhjá. Hefði kannski geta farið örlítið lengra með boltan hérna. Sjáum þetta. Vandræðagangur. Gerir þetta vel. Ein snertingi viðbót þarna út til hægri. Hefði opnað vinkilinn fyrir hana. Kemur langur bolti fram. Margrét nær að snúa með boltan. Setur hann upp í hornið. Berta. Marey truflar hana. Og Erna Björt líka. Erna Björt rekur hana tilbaka. Sendingin síðan á Söndru. Sandra. Þórkalla aðþrengt. Nikolína vinnur á henni boltan. Finnur Völu Maríu. Vala María reynir að setja hann bara inn fyrir. Kemur langur bolti fram. Margrét virtist nú vera að koma á rangstöðunni þarna en jú, hún er dæmd rangstæð. Ég held að þetta sé hárrétt. Það tók bara smá stund
4 mínútur komnar fram yfir. Sjáum ekki þarna hvar hún staðsett en frá mér séð þá virtist hún vera að koma úr rangstöðunni. Brooke gefur sér góðan tíma í þetta. Það sé hann Anita Sól sem að væntanlega reynir að lúra þess eins langt fram og mögulega getur. Gerir það út á Völu Maríu. Vala María, nei, nær ekki að taka með sér, færa hann í bakið. Nær að halda honum inn á hins vegar. Tilbaka á Selmu. Selma síðan upp í hornið. Það Nikolína. Og dæmd rangstæð. Já. Komnar að verða 5 mínútur fram yfir. Þetta nú óvenju mikill uppbótartími hérna. Kemur langur bolti fram. Margrét setur hann inn fyrir. Vala María vinnur vel tilbaka hérna en Íringar ennþá með boltan. Rocha missir hann aftur fyrir og þarna geta Skagamenn varpað öndinni held ég. Nú hlýtur þetta að vera komið. Hlýtur að vera komið. Ég veit ekki hvar dómari leiksins hefur fundið allan hennan uppbóta tíma. Anita langur fram. Erna Björt fær hann yfir sig. Ylva skiptir yfir á Völu Maríu. Vala kominn hann alveg út í horn. Leggur hann tilbaka á Nikolínu. Dómarinn lítur á klukku sína. Nikolína kominn út í horn. Og hér flautað til leiksloka. Frábær sigur IA hér gegn IR. Stjórnuðu leiknum stóran hluta en frábæra skiptingar og góða taktiska breytingar hjá IR þjálfurunum skiluðu því að IR-ingar voru í rauninni hársbreytt frá því að fá stig allavega hér. Mark dæmt af IA sem að miðað við okkar myndefni var löglegt en virkilega góður sigur hér og já, í öllum hamagangnu þá glemdi ég nú að velja leikmann, mann leiksins hér og þar ætla ég að velja Unni Ýr Haraldsdóttur sem var einstaklega hættuleg og skapandi fram á við en við skulum rifja upp mörkin hérna áður en við kannski fylgjum síðan með þessum fagnaðarlátum. Þá fyrst Samira Súliman sem að skoraði á 39. mínútu eftir frábæra fyrirgjöf frá Unni Ýr. Síðan var það Erla Karitas Jóhannesdóttir sem að bætti við öðru markinu á 48. mínútu eftir góða sendingu hérna inn á teginn sem var erfið fyrir Kolóma í markinu. Íringar vildu nú fá aukaspyrnu þarna en fengu ekki. Það var síðan Lovísa Guðrún Einarsdóttir sem skoraði stórglæsilegt mark á 81. mínútu og þá fór nú eflaust marga Skagamenn, allavega fór mig virkilega vel að þessu marki staðið en já, kannski markið sem var dæmt af Samiru Súliman hérna, já, ranglega. Við erum búin að komast að því. Samira hérna, Ylva með boltan fyrir markið og Samira setur hann í netið, var dæmt rangstæð en þar við situr en ég held að við förum bara, ég fari bara bráðum að draga mig í hlé. Áður ætla ég þó að þakka þeim Arnari Óðni Arnþórsinni fyrir hans störf á myndavélinni og Snorri Kristlifsson fyrir að stjórna þessari útsendingu. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þakka fyrir mig og bið ykkur að fylgjast vel með okkur. Þið getið alltaf fylgst með dagskránni hjá okkur sem framundan á iatv.is. Það staðurinn til þess að vera á. Takk fyrir okkur í bili. Verið sæl.